Við ákváðum að fara af stað með fundaröðina því við vildum eiga samtal við fólk úr ólíkum áttum hvernig sjávarútvegur getur litið út til framtíðar. Þessi fyrsti fundur var svona kannski upphafsstefið að því hvernig getum við aukið traust á þessari atvinnugrein. Það hefur enginn sjávarútveginn að vera í vörn og það kannski afleiðing af þeirri harðri umræðu sem hefur verið hann á undanförnum árum og áratugum. En það eiga samtal við þá sem með aðrar hugmyndir og eru jafnvel ósammála heilbrigðasta leiðin til þess að komast að niðurstöðu og mynda einhvers konar traust. Til að auka gagnsæi, rétt eins og í fjármálafyrirtækjum, þá aukin upplýsingagjöf mjög mikilvæg í því og til að byggja upp traust þá rétt að hafa það í huga að það tekur langan tíma. Ég held að sé bara von það að allir fara að standa sig betur í þessu og skiptast á upplýsingum og tala meira saman því að orður til alls fyrst og treysta hver öðrum betur. Vonandi verður þetta til þess því að vantraust það ekki gott. Þá líður öllum illa í þeim aðstöðum sem í og við viljum ekki vera þar. Við getum náttúrulega bætt okkur bara með því að koma með nýrri fiskiskipaflota sem eyðir minni olíu. Í heildarkeðjunni þá ekki nóg að sé ykkur í nokkrar skrifstofur sem að taka ákvörðun hvað að gera. Heldur það fólki á gólfinu sem stendur frammi fyrir málunum sem að fær bestu hugmyndirnar. Og ég held að sjávarútvegurinn, það sem hann getur gert inn í sinn rekstur, líka að segja frá hvað þeir að gera. Því það fullt af flottu skrefum sem að fyrirtæki sjávarútvegi að taka. Það að sýrustig hafsins sé breytast á næstu 100 árum meira en það gera á síðustu 50 milljón árum. Það að tala ein kynslóð að upplifa stærri breytingur á hafinu heldur en tíföld þróunarsaga mannsins. Ég var fyrst og fremst að undirstrika mikilvægi þess að Ísland búi sig undir að verða samkeppnishæft í framtíðarhagkerfinu og framtíðarhagkerfi verður kolefnishlutlaust, lágkolefnishagkerfi. Síðan skoraði ég líka á þá sem eru hér og eru leiðandi í íslenskum sjávarútvegi að taka mjög alvarlega ógnir sem tengjast súrnun sjávar. Sjávarútvegurinn þarf að spyrja sig hvernig getur við hámarkað virði okkar auðlinda. Og okkur hefur gengið vel en auðvitað alltaf verkefnið og áskorunin framundan að þau geta horft fram á veginn og gert enn betur. Og þá skiptir auðvitað höfuðmáli að við tryggjum samkeppnishæfni greinarinnar. Ég sýndi þarna mynd af 10 evru seðli sem gekk á milli kaupanda og seljanda úti í búðinni. Við þurfum einstaklega að koma stærri hluta af þessu 10 evrum heim og svo þurfum við að stækka þennan seðil í 20 eða 30 evru seðil og það eina leiðin. Til þess að auka verðmætasköpun í sjávarútvegi þá verðum við að treysta á það að gera meira úr þeim afla sem við höfum frekar en að auka aflann. Við þurfum eiginlega að vera búin að ákveða hvað við ætlum að miða við þegar við erum síðan að velta fyrir okkur hugmyndum að hafa ábata í sjávarútvegi sem mestan. Í sjávarútvegi eins og öðrum atvinnugreinum þá langtíma hugsun mikilvæg og það þýðir að stjórnvöld verða að sýna stefnufestu. Við getum ekki búið við það í sjávarútvegi frekar en í öðrum atvinnugreinum að stefna stjórnvalda sé að breytast kannski þegar það tekur ný stjórn við völdum. Heldur verður hún að vera mótuð fram í tímann og henni verður að fylgja og það verður að leyfa fyrirtækjum í greininni að aðlaga sig að þeirri stefnu og hugsanlega þá líka mynda hagnað. Stjórnvöldum má ekki bregða í brún ef afkoman góð í sjávarútvegi, heldur verða þau þá að líta á það sem eðlilegan hluta. Þetta gerir líka kröfu til fyrirtækja í greininni
að þau hegði sér þannig að það myndist ekki ólga í samfélaginu og krafa að leikreglum í sjávarútvegi sé breytt vegna framferðis fyrirtækjanna sjálfra. Þau verða líka að vera að hugsa fram á veginn. Ég alveg því að við eigum að svolítið horfa okkur, fyrstulega okkar þekking og getu út frá auðunum á Íslandi sem sjávarútveg meðal annars, en líka svolítið hvernig getum við nýtt smæðin okkar, hvernig getum við einfalda regluverki, hvernig getum við liðkað þannig að það sé raunverulega gott að koma hingað og stunda nýsköpun. Og þá ertu rauninni nálægt sjávarútveginum og með gott umhverfi sem við þurfum að þroska betur. Ef þetta fer saman, þá er þetta liðkuðum fyrir Íslendinga að stunda nýsköpun, en við munum líka liðkað fyrir erlenda aðila að koma hingað að stunda nýsköpun og við munum bara greiða því. Mér finnst sitja eftir 4 fundina þar sem að ég hugsa að við getum gert svo miklu betur sem atvinnugrein er að segja frá því sem við erum að gera. Því fólk hefur áhuga á og vill vita hvað er verið að sýsla í sjávarútvegi frá degi til dags. Þannig að það er klárlega verkefni sem að við eigum að taka til okkar og segja komið fagnandi, við viljum endilega segja ykkur hvað við erum að gera. Flestir eru mjög meðvitaðir allt sem er að gerast. Þannig að það er aldrei á þessu stigi að þurfa að tala þörf á breytingum. Við vitum öll að það þarf að breyta, sérstaklega í loftslagsmálum. Menn eru komin lengra heldur en ég átti vona. Kannski ekki alltaf hönd, en í hugsuninni. Það verður gaman að hafa svona samræmda umhverfisstefnu og samfélagsskýrslu sem við hægt vera að flykkja sér á bak og ég held að fólk sé bara svolítið spennt í svona vinnu, tilbúið í það. Við hlökkum til að nýta þessa samfélagsstefnu í að draga það fram sem við höfum verið að gera og setja okkur markmið framhaldið. Út úr þessum samtölum fengum við mjög góðar ábendingar. Við höfum síðan farið hringinn í kringum landið og rætt við okkar félagsmenn og heyrt hvað þeir telja að við getum gert til að bæta enn frekar sjávarútveg. Og með þetta í farteskinu að þá settust við niður og úr var þessi stefna. Stefnan er auðvitað ekki endipunktur vinnunnar. Hún er í raun upphafið líka, vegna þess að nú hefst vegferðin í þá átt að gera sjávarútveg enn betri en hann er í dag. Og það er það sem við ætlum okkur.